Hérna erum við með nokkra mismunandi gerðir af malti og hráefni við bjór. Aðal hráefni í svona flestan venjulegan bjór allt svo kallað pilsnermalt, þetta ljósa malt sem hérna neðst. Og þetta sem korntegundin bygg sem búið að láta spíra og eftir að búið að láta byggi spíra heitir orðið malt. Þegar það svona ljóst þá gefur það náttúrulega bara mjög ljósan bjór. En í ástíðabjórun okkar eins og jóla- og páskabjórinn og þessar sérbjór okkar, þar hefur að nota fleiri gerðir af malti og í sumum tilfellum búið að rista það hreinlega nálægt eins og kaffi, eins og að gera hérna nágrannarnir okkar í kaffibrennslunni. Og þá verður það svona dökkt hérna eins og hér sést. Og ef við ætlum að brugga mjög dökkan bjór eins og til dæmis státinn okkar, þá notum við svona dökkt malt og þetta gefur nánast kaffikeim í bragðinu og alveg svartan lit. Svo er þetta alls konar svona milligráður í litnum. Og þannig malt heitir til dæmis kristallmalt eða karmelumalt, annað heitir Munich-malt og þessar sértegundir erum við að nota í jólabjórum. Þá er það ekki eins svona afgerandi eins og þetta dökkamalt hér, heldur hefur svona meiri, við förum ekki alveg út í kaffið, heldur svona meiri ristaðri tóna eins og bara karmelu eða eitthvað slíkt, súkkulaði jafnvel. Og þessa bragðtóna eigum við að finna í bjórnum og svo hefur þetta líka áhrif á lit.